held ég. Dr. Fútból sestur og búin að koma sér fyrir núna út á Granda. Já, við erum stödd í Reykjavík, erfiðum útivelli með Eiði Smára Guðjónsson. Velkomin Eiður. Takk fyrir. Og Gunnar Birgisson, velkomin heim aftur frá Pólandi. Takk fyrir það. Þetta ævintýri í körfunni heldur áfram, 15 leikir, 15 stig. Já. Það sem Eiður þekkir þetta ekki, en það stig fyrir að tapa leiki í körfubolta. Það ánáttúrulega ekki að telja stig í körfu, þetta á bara að vera wins and losses. Það samt gaman aðeins. Já, en sem þýðir hvað fyrir okkur? Sem þýðir það bara ekki neitt sko. Nei. Bara við höfum tapað. Já, Hjörvar að í að því að við höfum tapað öllum 15 leikunum sem við höfum tekið þátt í. En bara mikill uppgangur á liðinu og eitthvað svona verið að hnýta í það að það hefur verið ómikil jákvæðni eftir þetta mót en fólk verður átt að segja því að þetta næstasta íþrótt í heiminum og við erum svona, ég vil ekki segja, svona tiltölulega nýkomin á þennan stað með landsliðið okkar. Takk fyrir þetta. Dr. Fútból mættur hér, ég og Gunni hérna í einhverjum nýjum andarsfötum frá Hurra. Þetta geðveikt. Já, þú ert í Arsenal, ég mættur að sjálfsögðu í Real Madrid, Los Blancos og já, sjálfsögðu. Að sjálfsögðu ég mætti það. Herðu Eiður, þegar að, sko, 99,9% iðnaðarmönnum á Íslandi hefðu gefið handleik fyrir að fá að spila einn leik með Chelsea eða Barcelona. Þegar að þú ert með iðnaðarmann heimaður og hann skiptir með eldhúsinnréttingu eða slít, hefur hugsað með þér djúvill væri ég til að kunna þetta. Í dag, já. Ég var að reyna að fá pípara heim til mínum daginn og það er svona 2 mánuði síðan ég ekki fundið neitt með þá. Píparar Býtu, þeir ekki svona í forgangi þegar þeir sjá nafnið þitt? Já, sko nafnið mitt, þeir eru væntanlega ekki með mér í símaskráin. Nei, það er rétt. Við minnum að það er hægt að fá pípara gennum giggo.is að sjálfsögðu Túborg tölmum boltan, Dr. Fútból, þú færð Túborgin sendan heim með smáríkinu að sjálfsögðu Domino's Pizza og Dr. Fútból. Eiður, eins og þegar þið fóruð á pítsustaði og voru að spila með Chelsea, var sóla mikið að kvarti við pítsum og svona á Englandi, það kynnið ekki. Já, við fórum ekki á breskan stað að borða pítsu, sko. Þú gerir það bara ekki. Það er alveg nóg af ítölsku stöðum hérna í kringum okkur í London. Já, voru ítalnar kvarti við matargerð? Já, ég held að þeir hafi bara haldið sér við sína veitingastæði og bara, þú veist, ef við voru að kvarta létt þá fór einn svona upp og ef það er alveg mikið verið að kvarta þá er það svona og ef þetta var alveg glatað þá kemur þessi. Algjörlega, það er stigsmunur á þessu heldur saman Dr. Fútból auðvitað alltaf í ræktinins og þið sjáu það því að þátturinn er núna í mynd og Dr. Fútból hjá Fitnessport og það er kreatínu, Dr. Fútból ekki hann harður og Rory McIlroy í kreatínu en samt sem áður minna á Fitnessport að sjálfsögðu áður við höldum áfram, þá ætlum við að spurja strákana léttra spurningar og ég ætla að beina þessu að þér Eiður. Gunni, þú voru alltaf stjarnan mín, ég ætla samt að leyfa Eiðis núna ég ætla að prófa Eið hérna eins. Já, það er lítið mál. Spurningin, tölvutek aldrei mig veg. Eiður, þú ert einn af 6 leikmönnum sem hafa skorað meira en 50 mörk fyrir Chelsea í Premier League. Hver er hinni 5? Lampard, náttúrulega nummer 1. Já. Drogba væntanlega nummer 2. Já, bara ég það bara nöfnin. Já, Sola, Jimmy Floyd. Já. Og einnig viðbót. Já, þetta var fyrirgjöð, það eru 2 í viðbót. 2 í viðbót. Það er á rétt jáður, það var Lampard. Hazard, já. Einn ólíklegur. Torres. Nei, það var hérna, þetta var Brasilíumaður sem var hérna í stuttan tíma. Já, Diego Costa. Það er sjálfsög. Það er kjærlega fyrir þetta. Diego Costa nefnilega skoraði eins, hann skoraði nefnilega duglega þarna fyrstu tímabilin sinni, eða sérstaklega held ég fyrsta tímabilin sitt og svo var hann orðinn erfiður. Þú varst með þetta ekki? En var þetta í réttri röð hjá hann? Þetta var eiginlega, já, í hárréttri röð því að Diego Costa er með færri mörk en Eiður. Ég var ekki með Costa og ég hefði líklega glemt Hazard líka. Já, Hazard var að lauma einhverjum, hann tók líka mikið af vítum. Það snýst svolítið um víti. Já, hann var on pens. Vera on pens. Það sem þetta snýst við ætlum að páraka með Dynamite.is, bandar matinn þar og borðið. Meistaradeildin og Evrókeppnin fara aftur á fleygiferð í næstu viku. Eiður Smári hefur spilað náttúrulega allt í Evrópu, langmarkaðasti og langleikihæsti Íslendingurinn í sögu meistaradeildarinnar. Eiður, 5 geggjaði staði til að spila á Evrópuleiki. Það er að segja svona bland af
erfir /intimidating ef við byrjum á númer 5 Númer 5 getur þetta blaðlaust? Nei, ég þyrfti til að bara fá að googla þetta sko. Það var ekkert mikið leiki eða sem að ég man eftir sem eru svona eitthvað hostile en erfiðar aðstæður, já. Allir sé ekki bara út í Moskvu þegar það var svona mínus 11 gráður og spila á einhvern skríkilum tíma. Það var bara 1-0 og drulla sér heim. 1-0 drulla sér heim og nákvæmlega. Númer 4? Númer 4 myndi ég segja Chelsea. Þegar fóru þangað með Barcelona. En það er líka bara stemningin, það er komið langt inn í keppnina, undanúrslit og við náttúrulega eiginlega rændum þessu í þeim undanúrslitaleik. Iniesta setur eitt bara á síðustu mínútu og þegar maður horfir á þann leik þá get ég alveg viðurkennt að þetta var svolítið rán sko. Já, það er þetta norskur dómari sem tekur yfir þann leik og það er eiginlega málíkitum að horfa þann leik tilbaka í dag. Þetta er reglulega rifjað upp á Tom Henning Öfrebró hétan og fór illa og heitir enn væntanlega og heitir enn númer 3 Var það ekki Drogba senan hann eftir leik? Jú, disgrace Númer 3 Númer 3 ég er allavega númer 1 og 2 Já, allavega númer, sko þú spila á Stadio Olimpico, skoraði þar gegn Lazio Var það eitthvað svo töff? Nei, þetta Bayern München gamla vellinum þar Olympíuvellinum Þar voru við undir pressu Það er alveg Eftir að hafa unni fyrir leikinn þá voru undir alvöru pressu og svo bjargaði ég náttúrulega á línu það sem reddaði okkur Það reddaði á línu? Það er nú ekki oft sem að ég geti það eða gerði það Númer 2 Anfield Já og það er alveg sama í hvaða keppni en það er sennilega enn meiri stemning á Anfield þegar að við bresklið mætast þar Já, þú náttúrulega skoraði þarna sigurmarki fyrir Barcelona 2007 Já, sem var ekki nóg fyrir okkur Nei, sem var ekki nóg en það var samt ágætt að hafa það held ég á rekordinu sko Hérna númer 1 Það er bara Barcelona Já og líka á þeim tímapunkti þegar mætir inn á völlin og sér Ronaldinho og Samuel Eto'o og Deco og bara þeirra sennilega besta lið það var ekki auðvelt Nei Þú skoraði fyrir Barcelona á móti Chelsea á Nou Camp þú skoraði fyrir Chelsea á móti Barcelona á Stamford Bridge en gerðir ekki á móti Nou Camp Nei því líkur auðmikið Nei, hérna, sko, það er auðvitað þannig að þegar maður var að fylgjast með atvinnumannaferlinum að maður hugsa á sko að þú var ekkit sérstaklega íslenskur hvort sem er svona fari eða hvernig þú svona náttúrulega alveg upp í Belgíu og annars slíkt ég meina þú velur að fara ekki með liðum til Ísrael á sínum tíma þegar Chelsea fyrir Ísrael ert þú á samt frönskum leikunum ég minni Petit, Desailly Desailly fór, Graham Lesaux fór ekki Já, hvað láði baki þegar þú fórst ekki Þetta er mjög sérstök saga sko það var náttúrulega mikið ástand í Ísrael sennilega svipað í dag og svo nokkur dögum fyrir leik þá var einhver háttsettur maður tekinn af lífi í Ísrael en Ronny Rosenthal fyrirhandi púllari og spörsari hann kom inn í klefa til okkur að sannfara okkur það að þetta yrði bara ekkert mál og ekkert vesen ég var aðeins tensi og líka bara nýbúin eignast Sveinar og ég bara satt best að segja að þorði ekki sko. Nei, ég man bara eftir þessu, ég hugsaði bara með mér þegar ég las að frétt, Eiður allar ekki að ferðast með HCF á þetta, hann er eins og íslenskur og þeir verða Ég meina ég var sem betur fyrr var ég ekki eini leikmaður sem fór ekki en svo í leiknum í kjölfarið þá störtuðu allir út á móti Leeds þessi sem fór ekki til Ísrael Þannig að það var ekki meiri refsing en það Nei. Þetta er áhugavert gaman að heyra svona því að svona sagan bak við söguna því að maður auðvitað las þetta sjálfur í fréttunum og öðru slíku en við ætlum að koma þessu öllu saman af stað Þú varst í föstu ár þá fáum við okkur samt lagsiða bleikju frá Samherja landlagsinn frá þeim Ísland tapaði á dögurum fyrir Frökkum Gunni, bara að sumir þetta eldsnögt hvað fannst þér þessa 2 leiki? Skjána með þetta? Jú, mér fannst fyrri hálfleikurinn á móti Azerbaijan ekkert spes en í raun allt eftir það fannst mér frábært það var í raun og veru bara
Ég veit ekki, þú veist, ég meina ekki það að þetta Asarlið var svo sem ekki að koma á Laugardalsvöll til þess að reyna að vinna leikinn. Nei. Þeir ætluðu bara að reyna að hanga eins lengi og þeir gætu á núlinu og bara fínt að fá svona mark eins og frá Gulla til þess að svona aðeins að brjóta ísinn og þá svona var það eins meiri losarabræður á þeim, þannig að þetta var bara heilt yfir, fannst mér þetta bara frábær klukki og ég held að svona þær efasemdar raddir ef einhverjar voru bæði Liðið og Arnar Gunnlaugsson eru horfnar eru allavega tímabundið eftir þannig klukka. Já, ég myndi alltaf. Já, ég held að sé alveg rétt hjá þér og ég meina það er ekkert að horfa fram með því að fyrsti glugginn hans Arnars var ekki góður en þessi var það vissulega. Eiður, sko við jöfnum hann í Fraklandi á yfirbótartíma og þú var til að enginn hoppa hærra en þú þegar að jöfnumarkið dettur að þinn. Ég eiginlega titri og skal bara allan leikinn sko. þetta var frekar sérstök upplifun fyrir pappan upp í sófa. Já, sko. En svekkelsi, guð minn góður. Og ég get ekki, ég segi bara ennþá, við gerum jafntefli út á móti Frökkum. Þú er bara búin að ákveða það, þetta var jafntefli. Þetta er bara þannig að hausnum að mér. Já, ég meina, þú náttúrulega, sko, þú þekkir allar hans svipi og hvernig hann er bara frá því hann var bara frá því í janúar 2002 þegar að þú sást hann hlaupa tilbaka því að var eitthvað sem sagði þér í andlitinu geta markverðið dæmt af eða? Nei, og ekki andlitinu á honum og ekki heldur andlitinu á hver var að Kunati sem var á rasunum. Hann var ekkert að kvarta. Nei. Maður sá, ef þú sér markið fyrir aftan markið og það er sjónarhótt, það er bara sjokk í andlitinu á honum. Hann er ekkert að kvarta yfir neinu. Nei. Og það var ekki fyrir var ekki bara Mbappi sem það voru einhver tók snuðið bara og bara skoðið bara eitthvað finnið eitthvað. Maður sá að það voru leikmennarna fyrir aftan sem að byrjuði allt í hérna rétt upp hendur sko, en einmitt, það var ekki Konati sko. Ég held að það sem voru byggjum var í hendi og svo sá maður markin, nei, það er engin hendi, það er bara mark, yes. Svo slóa þetta nógu mikið niður og þeir finna þarna eitthvað að lokum og þetta mjög svekkjandi hefði þetta breytt miklu líka fyrir íslenska landslið. Þú veist að fá stiga móti ég sé ekki mörglið þess að vilja fara þangað og ná í stig. Ekkert, bara ekki fræðilegu möguleiki að Úkraína og Azerbaijan geti yfir höfu komist held ég svona nálægt þessu sko. Og með við það sem við lögðum í leikinn líka það áttu við skilið að jafna og besta við útsendinguna var að Kjartan Henry segi það er eitthvað í loftinu og ég held að 15 sekundur seinna erum við búin að jafna þannig að þetta var fallegt. Þetta var unreal cup. Þetta var svona sorglegt. Já, þetta var, þú veist, það er hægt að velta þessu fyrir sig en ég held að kannski stóru frétnar eru hversu vel við spiluðum. Já, bara 100% og að geta farið inn í svona leiki á móti jafn sterkum andstæðing sem jafn mikið af sóknarmönnum fram á við og annað slíkt og við svona þú veist, ekki það, frábæra vöslur hjá Eliasi þarna í fyrirháleik frábæri í þessu leik en að geta veist, spilað með þessu liði á þessum velli veist, og vera veist, þetta var ekki eins og þegar við vorum að spila við þessar stóru þjóðu þar sem að ég efast að við höfum náð 300 sendingum á móti svona stóru þjóðum þegar við vorum upp á okkar besta þá var þetta töluvert einfaldari mér fannst við geta svitsað úr því að vera rosa varnarsinnaðir yfir það að geta haldið aðeins í boltan og fengið smá róa boltan. Sko, Eiður, við erum að kynnast nýjum leikmanni hérna í landsliðinu sem er Daniel Tristan og ég meina, hann er bara 19 ára hann er 2006, hann bara fættur daginn þú veist, bara, ég er ekkert bara að tala hann en ég tala bara eins og leikskilningin sem hann hefur þegar maður er að kynnast honum og svo sér þú veist, pressumómentin og hvernig hann er svona að draga liðin hvernig stendur á því þegar þú veist, þú ert búin að fylgjast með fótbolta síðan alltaf af hverju strákar svona miklu fyrr tilbúnir í dag 19 ára strákar voru ekkert með þennan hvorki holningu nýja leik, skilning mann finnst það að vera svolítið pínu nýtt Já, nýtt það, ætlan hafi ekki fengið gott fótbolta uppeldi ekki bara heima hjá sér heldur hjá félagunum sem hann náðist upp með sem við tölum náttúrulega bara Barcelona og Real Madrid síðan það er fínir klúbar þú lærir eitthvað þar og svo kom hann heim á Sörin í HK já, mikil HK einhver eins og þeir allir ég meina, hann maður sér það á svona bara að leikskilningunum er mikill og hann er líkanlega tilbúin í þetta
sem að kannski, af því að þetta er nú svona leikmann sem við þekkjum bara ekkert, af því að við meila ekkert. Nei, og fengjum, íslenska þjóðin fekk aðeins að kynnast honum núna og ég fekk bara í magan þegar að ég sá að það var að starta fyrsti leikur, þetta svolítið verið að henda drengnum í djúpulaugina út á móti Frökkum en svo fannst mér hann bara komast rosalega vel frá sínu hlutverki og ég meina þeir bræður bara gerðu það frábærlega því miður fyrir bara okkur sem landslið fengum við ekkit út úr þessu eins og sennilega hálf þjóðin veit og allir leikmenn vita það, þeir áttu bara skilið stig úr þessu leik. Ef við svona horfum aðeins 20 ára aftur í tíman, bara þegar ungi leikmenn voru að koma inn. Ég meina, mánuði 2 áður en þú kemur til Barcelona, þá vinnur Barcelona meistaradeildina í úrslitaleikjum á Arsenal. Messi 19 ára gamall var ekki með. Það var ekki svo sem verið að ræða það, þetta var bara 19 ára gamall strákur. En í dag er þetta kannski með bestu leikmenn í liðum eins og bara Yamal. Ef hann 19 ára ekki í úrslitaleikjum til Barcelona, það er tölur veiking á liðinu. Það voru ekki þessar leikmenn eru bara svo miklu fyrir tilbúinir í dag. Já, kannski þeir allra bestu en minna ef við hugsaum brasilíska Ronaldo hann var bara 18 ára þegar hann skoraði 30 mörk í hollensku deildinni ég held að hann hafi verið 20 þegar hann skoraði 40 eitthvað mörk fyrir Barcelona þegar sen yfir til Inter Milan og gerði annað eins þannig að þetta er ekki einsdæmi. Nei, en skilur hvert ég að fara Já, ég held líka að hvernig eru þjálfaðir líkamlega þetta snýst ekki bara móttöku og sjá sendinguna og sjá menn í kringu ég held að líkamleg mótun byrjuð miklu fyrr heldur en var í gamla daga áður fyrr þetta er mjög áhugavert Gunni, þú ert búin að þjálfa börn í 100 ár ég meina hvað sér þú þetta? Já, ég tek alveg eftir þessu og þú veist og talandi þetta, ég meina, maður líka alveg eftir, þú veist, það nú ekki oft sem maður að pæla mikið í leikmunum annara liða eða eitthvað svoleiðis, en það koma svona augnablik það sem maður svona sér að það eitthvað svona aðeins öðru í gangi þarna heldur en hjá öðrum og Daniel Tristan alltaf einn af þeim leikmunum sem maður tók eftir að bara því líkir hæfileikar og eins og ég segja, hann var bara svona allt öðruvísi eðlilega kannski með það uppeldi sem hann hefur fengið hjá sínum félögum en ég held að svona þessi líkamlegi faktor ég held að þetta sé líka bara partur af einhver svona breytingu í samfélaginu líka ég held bara að það sé meira pælt í þessu heldur en kannski flóknar þetta en ef við horfum á franska liðið sjá styrkin og hraðan í öllu liðinu og sérstaklega hraðin það eitthvað sem við erum að gera rétt þarna í úlingastarfun í Fraklandi því að allir alast eru upp þar þannig að það er hægt að gera ennþá meira En samt þessi hraði, við vorum bara expósaðar einu sinni það var þetta í segumarkið Já, en ég bara tala svona líkamlegt aðgerð þeirra leikmenna á móti okkur þá er þeir ennþá á miklu hærra standard heldur en við Það var aðeins öðru þessi líkamsbygging til dæmis inn á miðsvæðinu heldur en hjá okkur Svo menn ég var svona bara svona stór, stæðilegur strákur algjörlega, ég meina byggður einhvern veginn en mér fannst ekki vera mikill líkamlegur munur á þessum liðum og við varst halda mjög vel í frakkana í þessum leik Já, en jú, það var náttúrulega líkamlegur munur Þú veist, ég myndi halda að þeir væru svona, þú veist, vöðva uppbyggingin er töluvert önnur Já, höldum áfram og við slum ekki alveg alveg ekkert sammála Nei, ég er alls ekki sammála ég meina, þetta er bara líffræðin sko. Já Ég held að sé að rétt að neita henni sko. Nei, Við förum áfram á öðrum veruleikum heldur en þeir, ég held að það sé þú veist, ég held að hungrið sé kannski mögulega, þú veist, við getum alveg talað það en ég held að þegar kemur að þú veist, líkamsuppbyggingu að þá séu Frakkarnir sterkir þar Já, þeir eru líka með dálítið milljónum af fólki, við erum að díla við 400.000 manns það er dálítið annað þýði Höldum áfram, við förum í fréttir af 21 landsliðinu með HS Orku er með frítt rafmagn á nóttunni út október mánuð Eiður, þú eru auðvitað spilaðum þurfti nú reyndar lítið að spila með 21 landsliðinu en þjálfa 21 landslið og þekkir þær kröfur sem eru gerðar Hvað viljum við frá yngri landsliðum? Hvað viljum við? Hver er pælingin? Frá yngri landsliðum, það er fyrir leikmenn að kynnast í umhverfi hvað er að vera í landsliðinu vonandi sem þjálfara geta búið upp á meiri gæði á æfingum og
saman í hóp samankomnir efnilegustu leikmennir okkar, hvort sem að, þú veist, alveg frá 15 ára landsliði og upp úr, en því, ég myndi segja, því fyrr sem við koma inn í það umhverfi og vita hvað þýðir að vera í landsliðstreyjunni, þá ætti nú flestir að setja sér það sem markmið að komast í aðlandsliði á einhverju tímabili. Þú og Arnar fóru með liðið í lokkeppni, eða semst kláruðu riðlakeppnina og ég meina þetta snýst eitthvað um úrslit líka, það snýst ekki bara að kynnast væntanlega einhverjum kultúr. Nei, þá ég meira að tala um alveg yngsta landsliðin og 21 ársliðið náttúrulega bara að vera að undirbúa þessa stráka fyrir það að komast í aðlandsliði. Ég meina ef við horfum á hópin sem var þá, Sveinn Orn á nokkar aðlandslangi, þetta var Jón Dagur, þetta var Willum, þetta var Elias í markinu og svo má nefnilega Freyr, ég ábyggilega að gleyma einhverjum. En þetta var ná haugur og leikur Brynjólfur líka. Þannig að þetta eru undirbúningur fyrir aðlandsliði. Þú horfðir á þessu úrslit, sem sér þessu úrslit og kannski við séð eitthvað þessum leikjum sem voru í gangi núna. Ég meina við töpum fyrir Færeyjum og við gerum jafntefli við Eista og by the way, alið Eista voru að gera 0-0 jafntefli við Andorra. Þú veist, þannig að ég neita að trúa mér að gæðin séu mikil. Ég bara, þú veist, það er bara, ég horfi nóg á fótbolta til að átta mig á því. Þú veist, ég höf ekki alveg rétt á að segja bara, heyrðu, þetta er lélegt. Jú, léleg úrslit. Að sjálfsögðu höfðu rétt á því. Eins og aðra stórþjóður segja þegar við náum í úrslit á móti þeim. Bara, heyrðu, þetta er bara skandal. Þetta er ekki skandal, þetta er bara, þú veist, kannski, og það kemur líka að hugafæri, það er eitthvað sem við erum eftir að læra líka, að þó sért að spila móti í svona minni þjóðum, að þá þarftu að vera 100%. Því að minni þjóðar geta strítt stærri þjóðum, eins og við þekkjum. Jú, eins og ég segi, við höfum svo sem ekki mikið en ég meina, Gunni, þetta var pínu reality check. Já, og líka bara þegar maður skoðar bara stöðuna á þessum báðum liðum, þar að segja Færeyjum á Íslandi, að þetta eru svo sem ekki leikmenn sem eru komin lengra heldur en okkar leikmenn eiginlega þvert á móti. Mikið af þessu leikmennum að spila bara heima fyrir eða í yngri liðum annars staðar í Evrópu. Ég held að sé líka bara mjög mikilvægt eins og þið nefnir að þú veist, kynnast kultúrnum, en maður myndi halda líka að einhverju leyti hlýtur þetta svona vera vegið og metið út frá því hvernig A-landsliðið spilar. Það hlýtur að eiga að vera rauðu þráður í gegnum að liðið sé að spila svipað á A-landsliðið. Það hlýtur að vera. En Arnar hefur svo sem sýnt það núna, hann er flex. Já. En að hugmyndafræðin sé svo sama og það hafa ekki bara verið með 21, þá hlýtur að eiga líka við 19, 17 og allt þetta. Kannski bara til að slúta landsliðina árum við förum í bestdeildina, Eiður getur að gefa Arnar einhvern fyrir hennar glugga. Fyrir þennan? Já. Ég myndi segja bara solid 8,59 sko. Já, þetta var allt svo jákvætt í kringum þetta og hann er líka svona skemmtilega hrókafullur. Hann var búinn að segja okkur þetta í vor eða byrjun sumars að þetta yrði flott. Hann stóð við það. Heldur betur. Já, þetta var bara eins sæmilegt og landsleikjarhlé getur orðið. Þetta var bara skemmtilegt. Og vonandi verður þetta bara áfram svona og við einhvern veginn endum í Bandaríkjunum, Mexíkó eða Kanada sem að kíkja aðeins á bestdeildinni í fótboltan. Þetta er ekki bara bílalega, þetta er líka bílasala. Nú, það var kannski ekki stórleikur, 2 af köldustu liðum í íslenska knattspyrnu, Skaginn og Breiðablik mættust í gær og Eiður, þú hefur stundum sagt Skagamenn skoruðu mörkin. Það er mottóið mitt. Já. Jú, þeir gerðu það að þeir skoru ekki bara mörkin. Þeir sýndu bara vilja og svona árásagirni. Meðan að Breiðablik gerði það ekki. Og þetta var náttúrulega bráð nauðsynlegt fyrir Skagamenn í þeirri stöðu sem þeir eru. Og Blikar eru sennilega bara að missa lestinni að setja einhverja pressu á titilin eða vinna titilin. Heldur betur, hvað er búin að þessu Breiðabliksliði síðust 2 mánuði? Á hverju er búin að svona léleikunni? Sjálfstraustsleysi myndi ég halda. Þetta bara svona held ég eitthvað svona dæmi sem að vindur upp á sig. Ég held að þetta sé bara svona bersýnilegasta dæmið hvað sjálfstraust í íþróttum getur verið mikilvægt. Man finnst bara liðið vera, veistu, ég komið svo sem inn á þetta áður eins og í leiknum mot FH á heimavelli að minnst þetta bara vera svona, það engin taktur í liðinu og það að sjá Skagamenn hápressa Breiðablik með fullri virðingu Baldvin Bertsen og Rúnar Már Sigurjónsson
Rúnar Már á ekki marga leiki í hafsend en það að liðið geti stigið svona hátt upp á móti Breiðabliksliðinu og heppnast í raun og veru að það svona ég veit ekki, það var ekki staða sem að ég bjóst við að yrði í þessum leik en Skagamenn algjörlega frábær í þessum leik og eins verðskuldaður sigur og hugsast getur en án þess að fara í einhverja svona sleggjur og eitthvað annað, ég meina Breiðablik fær náttúrulega færi undir lok fyrirhálfsins til þess að koma þessi leik og þess vegna jafna metin fá þarna stangaskot frá Kitta Stendos og svo Valgeir í 1-1 á móti Árna Marino. En yfir 2 leiki í sumar tapar Breiðablik 7-1 á móti Skaganum. Það er rosalegt. Hvað sá ég, 30% af stigum Skagamanna er gegn Breiðabliki. Herri, ég sé að Hörður Snáfi Jónsson hefur verið að skrifa ástandi á Breiðabliki. Það var auðvitað framlengt við þjálfaran sem að virðist ekki hafa verið gert í samvinnu við framkvæmdastjóra félagsins og yfirmann knattspyrnumála Alfreð Finnbogason. Ég meina þú veist, þeir eru ekkit mikið verið að framlengja við þjálfara hjá Barcelona að ræða við Tixi Begaristan Nei, ég hef kannski aðeins öðru sér pressa þar. Er ekki smá pressa í Barcelona? En er ekki svolítið merkilegt að þegar að svona pistill komi strax eftir slæmúrslit? Jú, það er alltaf þannig. Það er alltaf þannig. Já. Þannig að er búið að sitja á þessari frétt svolítið lengi, spyrja mig. En vissulega það getur vel verið að segja eitthvað til í þessu, ég er náttúrulega ekki inn í það miklu bak við tjöldin í íslenska boltanum þó ég fylgist með leikjanum. Þetta er held ég akkurat málið að ef að vel hefði gengið að þá hefði sagt þvílíkir snillingar þarna í smáranum að framlengja við hann, þú veist, ég meina þeir framlengdu þegar það gekk illa. Já, en auðvitað getur svona brugðið til beggja vona, það er bara eðlilegt. Þetta er bara gaml sem að menn taka og ekkert gaml, ég meina þetta er þjálfari sem er nýbúin að stýra þeim til Íslandsmeistaratitils og á góðri leið með að koma þeim inn í sambandsdeildina þar sem að koma inn 500-600 milljónir í kassan. Það er rosa erfitt finnst mér að ætla að fara að skella skuldinni á þjálfara í svona aðstöðu. Ég meina ábyrgð leikmanna er líka gigantísk. Sjáum líka áhugavert að apótekarinn varamarkmaður liðsins var að henda sneið á stuðningsmenn að Brynjar Atli Bragason spæði að hann var ánægður með þá 40 sem mættu úr næststærsta bæjarfélagi landsins og studdu þau í kvöld. Já, kannski að Kópavogur bara að verða rauður og hvítur. Þetta er svo sér íslenskt. Allstaðar annars staðar í veröld, meira segja í Noregi, yrðu menn gjörsamlega hakkaðir fyrir svona komment það sem að vera eitthvað svona sneið á stuðningsmenn Svo má líka setja spurningamerki við tímasetningun á leiknum. Já, það er bara ekki annar í búið. Það er bara allir í frí það er ekki flóðljós. Ég skil það en fólk er í vinnu, eða ekki, eða þá til allavega 3-4 og með við traffíkin í Reykjavík koma sér heim og svo að fara upp á Skaga þau ná síðasta kortinu kannski 9-5 er það skemmtileg vinnus? Nei, ég er ekki því það veist þegar þú ert að koma heim 5 eftir nei, þetta er alveg rétt þetta er alveg hárrétt en þetta er allavega vissin á Ísmárum og þetta er eins og þú segið, þetta er líklega búið hjá þeim í toppbaráttunni. Nei, ég held ekki. Okay. Jú, þetta eru vissulega 7 stig en Breiðablik hefur samt sýnt það í stóru leikjunum að þá spila þeir yfirleitt best. Nú fer deildin að skiptast og þá spila þeir við lið sem að þeim líður vel á móti. Þannig að ég held að það er ýmislegt eftir að gerast í þessu en aftur erum við að koma að því að mögulega munum við ekki sjá á næstu árum að lið geti þar að segja unnið Íslandsmeistaratitil back to back og komist langt í Evrópu. Ég held að íslensku fótbolti sé bara búin að sýna það að liðin eru bara ekki alveg í stakk búin til þess og Ísland er náttúrulega eina held ég sambandi í Evrópu sem að býður ekki upp á free agent signing utan félagsgetarklukka. Það er ekki leyfilegt á Íslandi. Þannig að það er erfitt fyrir lið sem að eru kannski ekki garanteruð að komast áfram í sambandsdeildina, það er að segja riðlakeppnina og fá þessar 500-600 milljónir að kannski skuldsetja sig ef þetta klikkar. Þannig að þetta er mögulega önnur regla sem að þarf að breyta í tengslu við bættan árangur íslenskar liða í Árbækjum. Ég ímynda með það Eiður að þegar þeir ákveða framlengja að þeir hugsa bara með sig, það er ekkit margir þjálfarar hérna. Þú dýðir nú tanna í þjálfun og fórst með FH meðal annars í bikarúrslitaleikin. Voru einhverju þjálfarar sem var svona bara, ég sé hvað þessi er að gera. Já.
það var á þeim tíma sérstaklega í fyrra skiptið sem ég var með FH, þá sá maður alveg hvað Óskar Hrafn vildi gera. Arnar var með sinn stíl, Gunnlaug, sem var líka til þess að á tíumbúndi voru þeir langbestu þjálfar á Íslandi og það var þetta nánast Arnar á móti Óskari. Og auðvitað, svo líka bara karakterinn stundum liðið endurspegla karakterinn inn á vellinum og mér fannst besta dæmi í gær. Var þetta ekki bara Lárus Orri að berja þess á? Jó, þetta var þetta mikill Lárus Orri í þessu. Og Dín Martin þeir í samninga berja þess á þeim en frábær úrslit fyrir Skagamenn og Skagamenn auðvitað eiga leikum helgina eins og öll önnur lið. Þetta spilaði í bestudeildinni á sunnudag og mánudag. Við ætlum aðeins að skoða fleiri leiki. Bílkói byggingaverðurslum Kópavogs. Já, hvað að gerast þar helgina? Það alltaf eitthvað huggulegt heima. Svo 20-30% afsláttur af alls konar dóti sem hún þarf fyrir haustverkin. Nú eru þau hafin, þau eru nú fátt skemmtilega en haustverkin. Ef við kíkjum aðeins á leikina sem eru helgina, þá KR Víkingur sem afar áhugaverður leikur. KR-ingar auðvitað í alvöru fallbaráttu meðan Víkingar reyna að satsa á titilinn. Og hinn stórleikurinn síðan Valur og Stjarnan. Eiður, hverju verða Íslandsmeistarar? Víkingur. Bara af því að Valur misti Pedersen í meðsli. Þeir eru svo sem ekki bara búin að missa Pedersen því að svona með við þær fréttir sem ég fekk í vikunni að Fredrik Sjám verður ekki meira með Val í ár, þannig að það eru hérna búið að höggva skor þar. Hver verið Íslandsmeistarar kunni? Ég held að ég verði sammálum, ég held að ég segi Víkingur. Ég held að þeir séu svona það lið sem að mér líður eins og þeir eigi gír inni. Mér líður eins og þeir eigi eftir að ánlokka einhverju fleiru í þessari úrslitakeppni og hérna eins og ég segi, ég held að þeir muni hafa Val á endarsprettinum. Það frægt seging í breskum fótbolta kom frá liði Manchester United sem á 8. áratugnum féll too good to go down. Og það búið að segja þetta KR alveg non-stop og núna með þess að Skaginn farnir að horfa á þá. Ég meina too good to go down. Jú, sorry. Þeir eru too good to go down. Þeir eru too good to go down. Þetta var ekki það sem vildu sjá í gær. Skagan vinna þannig í gær og eitthvað, þetta vesen, Skaginn að vinna. En ekki allt í lagi að það verði bara þéttu pakki? Jú, hafa þetta svo spennandi. Hafa þetta spennandi og það kannski líka að gefa mönnum sparkira sinn að klári í þessa loka baráttu þegar deildin skiptist. Ég lofi ykkur hins vegar einu á mánudaginn næsta að þá vinnur Afturelding upp á Skaga. Okay. Það er 100%. Já, takk fyrir það. Það er 100%. Takk hérna fyrir það. Ekki sammálaðist. Já, það verður nóg að vera helgina og það er auðvitað skemmtilega að skipta upp umferðum að hrósa KSÍ líka þeir gera hlutina vel því að þeir eru þarna með leikina Evróplayoffið á sama tíma klukkan 2 á sunnudaginn. Svo eru þeir með leikina sem að skipta máli í topportunni setna við daginn. Þannig að já, þetta bara flott og þetta auðvitað 20. önnur umferð, svo splittast það allt saman. Víkingarnir að mæta með Gunnar Vatnamar aftur sem að spilaði 2 leiki í landsleikjahléinu eftir að hafa ekki spilað fótbolta síðan 17. júlí. Ja. Og mjög áhugavert. Hann spilaði með færeyska landsliðinu. Já. Er ekki bara gott? Jú, algjörlega. Komið mínútur í kroppin. Já. Frábært fyrir Víkingarna. Herri Gunni, ég ætla að fá þig hérna til að tippa á hvernig leikir í íslenska boltann að fara. Er tilbúin í það? Við ætlum að gera það sjálfsögum með kjarnanfæði, það er frábært veður núna, þá grillum við og gerum gaman, það er reyndar ekki rétt hjá þér. Höfum gaman. FH Fram. Þetta er 2-1 FH. KA Vestri. Þetta er 3-1 KA. KR Víkingur. 2-2. Já, Valur Stjarnan. Það er erfitt að fara á móti Stjörnunni sko. En ég held samt að Valur harkið þetta út og þetta verði 2-0 Valur. Skaginn Afturelding. 1-3 Afturelding. Já, og já. Breiðablik í BF. Þarna koma bylgarnir í gang og þetta verður 4-0. Það held ég. Eiður sammála.
Já, bara ekki eitt jafntefli hjá þér. Jú, eitt. Káur Víkingur, það verður svona. Jú, ertu Mosó eða? Ég er frá Söðukrúki. Hann frá, þetta Mosó-brúsi, já, hann búin að vera í 20 ári í Mosó. Söðukrúki. 20 ári? Jú, heyrðu, það þetta fyrir. Já, það rétt hjá mér, ég veit alveg hvað ég að tala. Það er vandamáluð mig. Garðheimar góði heimurinn í bransanum og svo það þannig að það úrslitaleikur í fyrstdeildinni á morgun. Já, það vinur Eiðs. Það Venni að fara að mæta Þór. Alltaf ekki fylgist með þið? Það sjálfsögðu. Já. Þetta minn maður. Já, heldur að vinna þetta? Já. Já. Ég held það. Já, ég held að það þarna gæði í þessu liði. Já. Og tala ekki ef að þeir fara að fá lánsmenn frá Inter Milan með fréttina sem við lásum. Rísastór. Það rosa, Inter Milan, það svolítið langt á milli þessara liða. Þetta samt skemmtilegt og þetta sennilega draumastaða. Ég nú ekki vissum að margir frá þeim komið hingað en það gæti orðið til þess að Inter Milan pikkar út efnilegustu leikmenn Þrótta. Já, þetta svona tveir ólíkir heimar í einhvern veginn Inter og Þróttur, ekki þeir vinaklúbar sem ég átti von á, en það skemmtilegt. Þú væri væntanlega í þinni 50-50 treyju, HK og Völsungur. Átti ekki svona half and half. Ég var svona vonast til að þær eru til sölu á vellinum. Þú getur nú setið þess í kornum. Þetta var reyndar á Húsavík. Já, ok. Já, hann var að búið til í kornum og ég fer á staði til smá. Þetta hlýtur að vera breiðtjald upp í kornum. Þetta allt saman og ég minna á Talkzone á morgun klukkan 2 lögadags sem við förum yfir alla leikinn í fyrstu deildinni, förum yfir úrslitaleikinum í annarri deildinni þar sem að Grótta mætti Þrótti frá Vogum. Það eru Þróttarar að gera góða hluti víðar en í Reykjavík. Við ætlum eins og að fara í enska boltan. Hvernig heldur þú að Þróttur Þór fari? Ég held að Þórs að vinna þetta. Ég held að það verður þannig að verður hnífabarda í lokin ef þetta verður jafnt því að hvort liðið jafntefli þá fer líklega Njarðvík upp. Já. Þannig að þetta allt eins og við viljum að fótbolti sé. Menn fara bara og henda eldhúsinnréttingunni á öllu. Já, eldhúsinnréttingi fer á loftið. Við ætlum að gera í enska boltanum með Volt. Það Manchester slagurinn á sunnudaginn á Etihad-vellinum. Eiður, hvernig var að spila á Main Road? Var það ekki aðut? Já, það var stemning og það minnstætt við spiluðum hann síðasta leik í deildinni. Þeir þurftu að vinna okkur til að halda sér uppi. Já. Sem og þeir gerðu 2-1 minni mig og þeir var flauta til leiksloka. Ég hef aldrei hlaupið að pratt af vellinum því að það var alltaf brjála en sem betur fyrir unnu þeir þannig að þetta var svona gleðibrjálaði þeir voru aldrei að fara að sparki í okkur eða gera okkur neitt sko. Nei. En maður vil bara ekki lenda svona í miðjukrátinu bara. Nei, þetta nefnilega bilað og það getur auðvitað allt gest þarna. Þeir fara sér síðan yfir á frjálsíþróttavöllin í Manchester City. Nú við erum að sjálfsögðu með nýja markmenn í báðum mörkunum. Eiður, þú þekkir Pep Guardiola inn út. Pep í smá vandræðum. Hann að endurnýja Manchester City lið og það gengur bara ekki nógu vel. Við sáum svona mini-kollaps í fyrra og þetta hefur byrjað mjög illa á þessu tíðanbili. Heldur að Pep Guardiola getur búið til nýtt lið hjá Manchester City? Já, ég nú ennþá full að trúa því. En ég nokkuð sannfærður að þetta verði hans síðasta tíðanbil. Já. Ég held að þegar kjarni liðsins búin að vera með eitt þjálfara lengi, þá held ég að það sé erfitt að halda áfram að mótivera og halda áfram. Þess vegna við kannski búin að sjá mikið að leikmennum koma og fara. Þetta var ekki byrjunin þeirra sem ég bjóst við því að mér fannst hann vera byrjaður að endurnýja liðið á síðasta tímabili bara frá áramótum nánast. Þannig að þetta kemur aðeins á óvart. Hann fær þennan nýja mann með sér Hugo Viana til að sækja leikmenn, hann sportarettur og annars. Ekki fyrirverandi Newcastle maður? Jú, og þetta hann var hjá Sporting, hann var með Amorim í Sporting og þeir voru báði keyptir, hreinlega eldklári gæðir. En Pep hefur verið kúlgaurinn sem allir herma síðan eftir. Hann fór að pæli að vera fótboltamenn í markinu og bara einhvern veginn geti gefið hann og tekið á mótunum og annað slíkt. Hann núna bara einhvern veginn
Donnarumma. Cruyff reyndar byrjaði á því 1980. Já, en þá mátti markmaðurinn taka upp boltan upp með höndum sko. Hann mátti, en hann var samt byrjar að spá í því að hann væri góður í fótunum. Þannig að það er ekki skrítið að Guardiola hafi tekið það upp úr Barcelona skólanum. En er þetta ekki svona áhugavert að nú er hann bara komin í Donnarumma í markið, þú veist, hann fór með hafsenda, bara tók Tony Pulis skólan, setti hafsenda í bakurinn, þú veist, og núna er hann komið bara með skrimsli í markið sem veralt, þú veist, áður fyrir var hann vilja vera með Claudio Bravo eða Victor Valdés eða svona, þú veist, ekki svona þess að brjáluður sjóstópera. Nei, meina, það var ekki auðvitað leið þegar markmaðurinn fer, þá var einn risastór bitið á markaðinum, þú veist, það er ekki bara að gera allt til að fá hann. Já, það verður líka... En ég meina, svo á móti kemur, hvernig gengur með Amorim að búa sér til sýtlið? Já, ég meina, það hefur svona sem gengið erfiðlega, en ég meina, hann er þarna líka ábyggilega að fara að sína okkur nýjan markmann á morgun, þennan belgiska strák. Er það? Já, hann byrja pottitt. Hann er aldrei að fara að byrja Tyrkjan, bara glimtu hugmyndin það. Sá hefur sungið sitt síðasta þarna. Okay. Er ekki United bara að fara að vinna hann leik? Já, sjálfsögðu. Með við þeirra gengi. Já. Ok, ég skil þetta alveg. Ég meina, Ait Nouri er ekki með, Marmús er ekki með, Serki er átt. Guardiol, Savinho, Omar Marmús, Stones, Foden. Já, þetta er allt átt. Er ekki United að fara að vinna hann leik? Kunni að vissulega átt. Þeir geta alveg, þetta er náttúrulega bara, má ekki gleyma því alveg sama hver staðan er á liðunum og það hefur verið svona bröðsut gengið á þeim báðum í byrjun tímabils að þetta er Manchester-slagur. Já. Þetta er einn af þeim stærri í úrvalsdeildinni. Já. Og við höfum alveg séð, ég ætti nú ekki að kalla United í underdog en kannski ólíklegra lið vinna. Já. Algjörlega, þetta verður áhugavert test fyrir bæði lið, maður velti fyrir sig hvað við komum fyrir þetta City-lið, þetta var bara vél sem einhvern var byggt upp í kringum De Bruyne og svo fyrir hann að meiðast og einhvern veginn hefur þetta aðeins gefið á bátum þessi Manchester City vél og þetta rekrútment síðustu tvö ár hefur bara einfallega gengið. Nei, það er alveg rétt, það hefur svona vantað kannski að fylla þessi skör sem að hafa verið hokkinu liðið. Já, en ég held samt, þú veist, meðsli De Bruyne, meðsli Rodri, þú veist, þetta er alveg meira en að segja að replacea þessa gæja. Þeir eru svona veikari andlega þeir voru, þeir eru eins og Brighton-leikurinn, þú veist, þú vissi bara einhvern veginn að það var að fara klúrun. Já, það er alveg rétt. Svona klúruðu þeir aldrei. Nei, og já, það kom náttúrulega þarna tímapunktur fyrir 2 árum síðan, þar sem að maður bara hafði enga trú á því, sama hver staðan væri og sama hvað klukkan væri, að þeir myndu tapa leik. Þú veist, það kvartlaði ekki að manni svo hugsun að þeir myndu tapa leik, en núna eins og með þennan leik þú veist, ég hef alveg heyrt og séð margt skrýtnara en það að Manchester United myndi vinna þennan leik sko. Eiður, þetta er sem við elskum um fótbolta, hvað hann er brútal þú veist bara, þú afrek gerðdagsins eru gleymd í dag og meina eins og með Pep Guardiola ef þessi þunga byrjun heldur að Manchester City getur bara skipt þjálfara Rekið hann? Já. Nei, ég get nú ekki ímynda með það sko, ég held að það er þá svona einhver fallegasti aðskilnaður í sögu fótboltans. Hann á allt skilið og ég held að það er þá bara samkomulag í mestu sátt og það verður ekki auðvelt að fylla í hans fótspor. Nei, sko, það kemur þarna heldur betur eigandi inn til þín í Chelsea eða sem til ykkar sem að einhver mest brútal eigandi sem ég hef fylgst með í Roman Abramovich. Sama hvað hann elskaði þjálfaran mikið, ef úrslitin voru ekki að koma, ég meina Frank Lampard, hann var eirisellit hann fara. Hann bara ótrúlega harður yfirmaður, ef svo má segja. Það er ekkert pláss fyrir eitthvað sentiment í fótbolta, en heldur að það sé bara nánast ómögulegt að City muni að horfa annað. Ég held að það sé nánast ómögulegt, já. En ekki alveg ómögulegt. En eins og ég ítreka bara það sem ég sagði á hann. Það verður engin rekin hérna með skömm, sko. Nei. Þú veist, þegar þið tapir verið Monaco á sín tíma í undanúrslitunum, vissur bara að þetta er búið hjá hann, sko. Hann var líka búin að fá 4 ár án þess að vinna titil eða vera nálægt í einu sinni. Það var stígandi, en það var líka búið að eftir að Abramovich kemur, það búið að eyða ég veit ekki hvað miklum pening og ég veit ekki hvað marga leikmenn
þannig að hann fekk allt til þess að ná í titil. Þannig að þú sem leikmaður vissir bara, herru, þetta er búið, það er komið nýtt hérna. Já, þetta var bara spurning þegar við fórum í sumarfrí, hver tekur við, sko, sem er skrítið. Já, sem að... Já, ég held að Pep er aldrei látið fara frá City, ekki, hann var aldrei rekinn, ég meina, og sama hvað verður, þú veist, þá fer hann bara og gerir eitthvað annað lið að einhverju stórveldi, sko, tekur við einhverju lið og býr til einhverju úrslitalið. Það er alveg orkun í það. Já, 100%, ég meina, við munum líta tilbaka, hann er mögulega sá einstaklingur sem hefur breytt knattspyrnunni hvað mest á 21. öldinni. Já, ekki spurning. Hann er kúlkrakkin, það herma allir eftir honum. Þú veist, ég meina, followingi sem hann er með er náttúrulega alveg sturlað, þú veist. En er það til góðs, myndur segja? Er ekki lið sem að reyna að spila eins og hann sem að ráða ekki við og hafa ekki gæðin? Já, það er svo sem annar kemur af þessu, en ég er að segja, þú veist, áhrif Pep Guardiola verða held ég aldrei svona nægilega mikilsmetin heldur ég bara fyrir hann verður hættur, sko. Já. Ég held að það sé svolítið máli að ég held að sama í raun og veru við hvaða liði hann tæki, hann myndi bæta hvert einasta lið. Til að fólk átti sig á geðbyrjunni að þjálfa Barcelona, þá talar hann reglulega hvað það er að þjálfa Manchester City. Þetta sé nú svona, séu nú ekki með einn eitthvað allt og mikla kröfur. Og það finnst mér alltaf gott. Hann eru ítrekkað að tala um þetta. Svo farið fleiri leiki, Burnley og Liverpool mæta Arne Slot, jafnaldriðin í Hollandi, Manchester honum, þú veist, þekkjur Arne Slot? Nei. Þetta er strákufætti 78. Já. Og Vil hann fótbolta? Já, hann var leikmaður. En enginn Með hvaða liði? Hann var afriðsleikmaður, ég bara svona, þú veist, þetta var Veist ekki með hvaða liði? Wilhelm Zweig, Groningen eitthvað stað. Ég getur vel verið að ég hef spilað varliðsleika mótunum með eitthvað svolítið, sko. Já, Svolli, þetta var svona ferill. Það er til fullt af svona leikmönnum í... En Breta, það var allt í lagi á sín tíma. Nei, án grín, sko. Já, þetta er allavega ábúinlega segur leikmaður. Hann á tæplega 500 leik í deildinni? Já, hollensku deildinni. Já, þetta hefur verið segur leikmaður. Hérna, myndirðu byrja Ísak? Viltu ekki bara byrja? Myndirðu byrja Ísak? Nei, aldrei nokkuð tímann. Svíðan er mjög svektur og sárir út í Ísak og ég held að hann þurfi bara, þú veist, hann þarf örugglega mánuðin til þess að koma sér bara í gang, held ég, sko. Startar honum, eður? Beint inn með hann. Já, bara beint inn og byrjaði að skora? Já, bara þó 60 mínútur. Bara fáið þær mínútur í kroppin sem fyrst. Já. Og svo þegar kemur kannski inn á meiðsla áhættu svæði, þá bara tekur hann út af. Þeir eru með annan. Já, þeir eru með annan. Sem er búin að vera að sjóða þetta. Já, ekki komið að inn. Ég meina, þetta var auðvitað mjög áhvert að sjá hvernig hann gerir þetta, hann Arne Slot leikur auðvitað, Burnley útivelli Burnley, ég gerði sér lítið fyrir og stóð í Manchester United í síðustu umferð, þannig að þetta er sínt veiðin ekki gefin, ef svo má segja. Þannig að þessi leikur auðvitað á sunnudaginn, Manchester slagurinn líka á sunnudaginn. Við höldum áfram og skoðum fleiri fréttir með Sony, Dr. Fútbol og Sony ætla að fara að vera með tilbúð á sjónvarpum á næstu dögum, fylgist þið vel með því, það er auðvitað styttst í Ryder Cup, þú ert alvöru sjónvarp fyrir Ryder Cup, það verður geðveikt, þetta er þar næsta helgi, takk hérna frá að gera neitt, sitt í sófanum og horfiði á, og þetta er góðu frétnar, þetta er í Bandaríkjunum, geðveiku sjónvarstími fyrir Íslendinga, höldum áfram, því að Nottingham Forest eru konum með nýjan þjálfara, Hans Postecoglou. Típista fyrsti leikurinn sem mútið Arsenal. Ja, fyrst, sko, með últra varnarlið hjá Nuno og fer síðan í draumórakallinn Hans Postecoglou. Mér finnst þetta samstöðu sniðut því að voru ekki liðin hans fyrir að átta sig á hvað Nuno vildi gera. Bara lið, síðustu mánuðurinn og síðustu tímabili og þetta tímabil sem menn ekki bara, já, heyrðu. Og hann er að fara eitthvað allt annað. En er ekki allt í lagi að segja að þeir hafi komið öllum á óvart á síðustu tímabili? Verið þétt tilbaka og með alveg gríðarlega hraða fram á við í skyndisóknum og hver hefði sagt að Forrest hefði endað það sem við endaði í deildinni? Engin? Nei, engin fyrirfram, sko. Þannig að, en jú, að fara úr þessu yfir í Postecoglou sem vill bara vera með varðlæninu bara upp á miðlínu. Þetta verður stór breyting fyrir leikmennina, þeir þurfa að venjast því að spila þessu, það er eins gott að þeir séu með hraðamenn aftast í vörninni. Já, þetta verður áhugavert og sko þeir eru náttúrulega ekki hraðir, Milenkovic og Murillo, þannig að það verður áhugavert að sjá hvað það verður stungið inn á þá
Hann getur ekki, ég held að hann geti ekki spila með eins háa línu eins og hann var að gera hjá Tottenham oft á tíðum. En hann sýndi í úrslitaleiknum móti Manchester United að hann getur breytt. Já, og ég meina hann mun væntanlega byrja á því að svona, en framtíða pælingin, ég meina hann hlýtur að halda í sín gildi og þá verður það að spila með þessa ultra háu línu. Þannig að þeir vinna titil, það ekki á hans öðru tímabili? En ef hann vinnur ekki öðru tímabili, þá segir hann öðru heila tímabili. Þú verður alltaf að vera klár með allar útskýringar. Ég meina, það stóð við það. En gerði það heldur betur. Þessi leikur verður mjög áhugaverður Noni Madueke að spila vel með enska landsliðinu og maður svona heldur svolítið með þessum strák eftir móttökurnar sem að hann fekk blessaður. Esi, hann getur fengið tækifæri átti þess að slæmið innkomu á Anfield. Þannig að þetta verður spennandi leikur fyrir í norður Lundunum. Það verður margt nýtt held ég, margir fjárverandi hjá Arsenal og Calafiori færist ekki í hafsendinn og Subimendi, Ræs og Merino inn á miðinni. Merino koma sjóðandi heitur úr landsleikjaverkni. Já, Eiður, þegar það skiptur þjálfara, þá fá allir svona nýtt, svona byrjandi allir með hreintborð. Það allavega mín upplifun af þjálfaraskiptum. Já, sérstaklega þegar komið inn á tímabili og glugginn lokaður. Þá kannski fá ólíklegustu menn tækifæri að sýna sig hvað nýjum þjálfara. Ef að þjálfari tekur við yfir sumarið, þá held hann hefði hreinsað út og komið með alla þá leikmenn sem hann vill og hefði tækifæri á. Sko, þú lendir í þjálfarskipti fyrst tímabili þetta Chelsea Gianluca Vialli heitinn var látinn fara og Ranieri og hann hendiði eiginlega bara beint inn. Þú varst ekki búin að byrja á Vialli og hann bara svona hendiði beint inn. Já, eða svona eftir nokkra vikur. Ég var lendi í smá meðslum. Já, missi út United-leikinn. Missi út United-leikinn út af Mario Melchiot sem tæklaði mig daginn fyrir leik. Já, frábært. Ég ekki ennþá búin að fyrirgefa hann. Sumt situr bara í manni. Já. En jú, Ranieri, ég fekk miklu stærra hlutverk. Ég meina, hvað var þetta? 5 leikir hjá Vialli. Og hann var með þá pælingu, við vorum 4 framherjar og hann rótir alltaf. Þannig að þetta var ég, Sola, Hasselbank, Þóri Anders Fló og alltaf einn á okkur var á bekknum ef allir heilir. Eða var upp í stúku sig. Þannig að það var allar áhört. En það er alltaf mikið sjokk, við erum nýkomnir og sérstaklega ég og Hasselbank nýkomnir. Já. Og hann einhverstaðar hann ekki verið í Harrods út af Vesla þegar ég ringi hann og segi, herru, ertu búin að sjá þetta? Og hann bara, sjá hvað? Það búið reyka Lúka. Og hann átti til orð. Ég held hann að við eitt ennþá meira í Harrods heldur hann að við ætla sér. Bara Harrods. En þú veist, þetta er svo sérstakt og það voru svona stærstu nöfnin, stærstu stólparnir voru allir í sjokki. Nema Sola held ég að verið tildulega sáttur. Vildi hætta að láta rótira sig svona mikið. Já, hann er með ráðum. Já, ég er ekki með í ráðum. Nei. Hann er alltaf ljúið til þess. Já, Ken Bates sér bara þetta. Já, hvað hét Hutchinson direktor af fútból Colin Hutchinson, hann sá þetta og þeir hugsaði sér það var svo mikil ítalska menningin var svo ríkjandi á þessum tíma í Chelsea og mikið af ítalsku leikmönnum og mikið af og svo bara næsti Ítali er orðinn þjálfari sem var kannski út af því að nokkar aðalsendirinn okkar Jimmy Floyd Hasselbank hafi spilað undir honum hjá Atletico Madrid og þekkti til og kannski að hann hafi gefið góð meðmæli en það var ekkert auðvelt að fá hann inn talaði ekki stakt orð í ensku og þú veist náttúrulega nógu ítölum til að túlka happy það var reynda best ég held að hann hafi átt ammæli hann er tildulega nýkomin og allir leikmenn inn í klefa og hann heldur hann að ræðu í 5 mínútur og segir svo við Marcel þessa í fyrirliðan sem hann tala reybrend ítölsku af því hann spila á Ítali mörg ár hann sagði strákar ef við lyftum glösum og klöppum þá getum við bara drullu okkur heim og nefndi ekki að vera túlkur sko. Þetta er alltaf risastóri persónuleikar og Gustavo Poyet var einhvern tímann fengið til að túlka þú veist rétt fyrir leik sá hann var ekki að spila nei, ég er góður þá var hann bara sendur upp í stúku. Það er eitt áhugavert að því að þú er svo mikið kynst þessum ítalska og spænska og þessum latínókultúr það er eins og þeir haldi að important
þýði eitthvað annað en mikilvægt yes, important og maður eitthvað, important á ekki alveg við þýðir importanti eitthvað með annað á spænsku Nei, alls ekki important Svo þetta bara muy importante very, very important Very he very important for us, a player ok, þetta átti þetta ekki við sko. En er ekki bara þegar þú ert að læra nýtt tungumál og það, maður sér það alveg fyrir spænsku mælandur og ítalsku mælandur þeir eiga svolítið erfitt með að læra enskuna þannig að þeir pikku upp einhver nokkur orð sem eru svipuð úr þeirra tungumáli svo komar alltaf inn og þau orð bara Þetta gott þú segir að því að Arnold sagði fantastisk það hérna en það var líka, það annað í spænskri tungu þeir segja súfer hérna, Pep Guardiola átt svo erfitt með hann var alltaf súfer það var bara allir súfrýr, já þá voru allir í Bretlandi líka fattin að þjást og svo var Arnar Gunnlaugsson að þjást bara einhvern veginn alveg á fullu þýðir þetta eitthvað annað þetta þýðir saman þetta bara þýðir að þjást þú veist það var enginn að þjást fyrir að peppir ég á því þú segir það þetta, ég mannallan ekki eftir að menn var að þjást mikið en þjáningin tók heldur betur yfir í enska boltarum þú finnst að skipta hlutverk núna ég ætla að fá Eið til að teipa á enska boltan gerum þetta með að sjálfsögðu með Epic vinnurum okkar við byrjum þetta í norður Lundunum Eiður Arsenal, Nottingham Forest ég þarf tölur 3-0 Bournemouth Brighton X 1-1 Crystal Palace Sunderland 3-1 Everton Aston Villa 0-0 Fulham Leeds 2-2 Newcastle á móti Wolverhampton 2-0 West Ham Tottenham 2-0 aftur Brentford Chelsea 0-3 0-3, já Vestur Lundur og slagur þarna hjá Brentford og Chelsea Burnley á móti Liverpool 1-2 City United 5-0 Nei, við erum faglegir Ég faglegir 4-0 Nei, þetta verður markalíkur Ég segi 2-2 Takk kærlega fyrir þetta maður er með von fyrir þetta allt saman og þessi leikur þetta á sunnudaginn Newcastle í vandræðum Jacob Ramsey og Vissa væntanlega báður of Vissof? Já, allavega með það sem ég sá í morgun er hann í predicted lineup? Já, ég held að myndi hendur hún bara beint inn í þetta það talaði að þetta sé loks september Jacob Ramsey líka of Anthony Gordon í banni og Joe Linton mittur Það held ég, við ætlum að halda áfram að kíkja hans á vinnara og lúsera í þessari viku bara það fyrsta sem kemur í hugekar við gerum það með Einari Á allt fyrir nýbygginguna hjá Einari Á ég verði eiginlega að segja sko Andri Lukas sé vinner, skorar 2 mörk á móti Frökkum, við erum búin að breyta úrslitum þá hann leikur fór 2-2 Ég fyrir alltaf að kalla svo minn lúser Nei, ég var að segja að við vorum að vinna sagði Ef það hefði spurt mig Nei, sko, af því að hann lendir í þessu já, bara tekið á honum að það sem okkur finnst löglegt mark hefur verið tekið að þér mikilvægt mark sem að þú varst bara, sé endur sýningu að því og bara, þetta var mark Já Hvenær fórum við til Þýskalands þegar við eigum séns á að komast Já Það er mark tekið af mér til að komast 1-0 yfir í Þýskalandi Ok Þannig í Hamburg Já Ég er nokkuð viss það, ég hef aldrei verið rámstæður það var svo sem ég get skoðað mikið Nei, bara flaggið upp það er bara eins og Tony Adams hefði verið í vörninni bara upp með hendina þá kemur flaggið upp Svo er annað held ég að veri á Stamford Bridge á móti Arsenal þegar Arsenal var bara upp á sitt besta en það var reynda bara byggarnum Þú ert FA Cup maður Hefur skoðað rekordið í FA Cup? Nei, en ég veit ég skoraði mikið að mörgum þar Þetta var einu uppáhaldskeppnin Hvað munum við eftir sem
börn og úlingar og myndum alltaf eftir úrslitaleiknum í FA Cup. Heldur betur. Alltaf sól á Wembley, alltaf á góðum tíma hérna á Íslandi fyrir okkur að horfa. Það er geðveikt. Já, yndislegt, heldur betur. Fleiri vinnarar, Gunni, ertu með vinnarar í Skagamenn? Lárus Orri Sigurðsson klárlega vinnar. Já, klárlega. Fleiri vinnarar. Það tekur skemmtina vinnar fyrir mig. Eitthvað gladdi þig? Já, bara, þú veist Norðmenn? Ég var hrifinn af Norðmenn? Já, klárlega. Getur þú að heimsmeistarar? Í hvað íþrótt? Já, það er alveg Já, þegar þú segir það. Ég meina þeir eru náttúrulega með frábært lið og núna loksins virðist þetta að vera smella hjá Stóli, þannig að þetta leit ansi vel út hjá þeim á móti Moldóvanum. Heldur betur. Brooks Neider, hún deytaði bæði Alcaraz og Sinner sama mótið á opna bandaríska. Já. Þannig að ég ætla að henda henni á vinner. Hún er vinner í saman Finnarnir á Eurobasket helviti flottir. Þeir eru vinnar. Og Eurobasket bara í heild sinni, frábært mót, mikið ávöndum úrslitum og góðu leikmennir geggjaðir. Luka Doncic náttúrulega líka og ég ætla að henda þá kannski sama lúsarastundbil á dómarana í þeim leiki. Ég er nú alltaf vinur dómarana en mér fannst halla aðeins á stórstjörnu Slóvenana. Svíjar eru pínu lúsir af að tapa fyrir Kosovo. Við reynda fengum að kynast í daginn að Kosovo með hörkulið. Slæm úrslit fyrir Svíjarna sem að fara allan ekki í fyrsta seti í sinn riðil. Nei, bara ekki fræðilegur. Það var töluð þessi tandur hérna sænska á Viaplay eftir leik Freddi Ljungberg og fleiri sem að voru ekki alveg sátti með stöðumál þar. Heldur betur ekki. Jón Dahl Tómasson er ekki alveg með sænsku þjóðuna með Er sér. ekki frekar sérstakt að Danir sé að Jú, þjálfa Svíjana? það er bara alveg rosalega sérstakt. Myndi Danir gera það? Taka Svíja sem Var ekki Bó Jóhansson þjálfari hann? Var ekki Óge Hóræti? Óge Hóræti var þjálfari Dana. Það er rétt. En hann er normaður. Hann er normaður sko. Já, vissulega. Ég er ekki rosalega vel að mér í þessum skandinaviskum söffer, þessi þjáning. Hún er of mikil fyrir mig. Já, sko, rígurinn er að vísu aðalega á milli norðmanna og Svíja. Það er aðalrígurinn. Það er þannig? Já. Og það tegir sig yfir allar íþróttir. Ok. Það er alveg svona, að því að ég meina Danirnir, þú veist, þeir, sko, norðmenn og Svíjar skilja valla Danir, sko. Þetta er orðið þannig, sko. Ég get valla að tala norskuna mína í Danmörku, sko. Já, þetta er skrítið tungmáli, sammála því. Já, það er bara mjög fyrirlegt. Það er ég. Við slum fara í neyða, já, gerum það með æsverð. Það eru ótrúlegur fjöldi af spurningum. Finnst þér það skrítið? Nei, þeim finnst það alveg gaman að fá að spyrja hér. Já, þú setti líka, veist það, ég held að þetta auglýsir svolítið sjálft með þérna, sko. Meina, Eiður, það er náttúrulega, er Andri Lukas nefndur í höfuð á Enrique de Lucas? Hún nær mér þeir að fá mig sopa. Já, Kiki de Lucas. Nei, hann er ekki nema sér pappans. Já, það er kannski klippa þetta út Já, ég meina því að Eiður skýrði Öddi náttúrulega skýrði eftir Matti og Darmian. Já. Það komið sér pæling, sko. Það er held ég Ágúst Bjarni spyrir Jimmy Floyd Hasselbank sem einmitt talaði vel þig hjá Gary Neville á dögurum. Er hann jafn mikill kóngur og hann lítur út til að vera? Já, hann er það. En hann er frekjað. Já. Og ef maður gefur ekki boltan, ef hann skorar ekki á undan manni, þá fer það bara í fíl. Þannig að settir að vera. Jón Fannar spyr hvernig verður Jókeres með fleiri mörg en Sesko og Kunja samtals? Þetta er mjög góð spurning. Þetta er reynda góð spurning. Já, ég ætla að segja já. Nú má sjá já, það er svo mikið af spurningum með það, sko. Hver er leiðilegast í liðsfélagi eðs á ferlum? Er þetta ég er búin að segja þetta svo oft í gegnum tíðina. Ég þóri ekki að færa þetta. Íslendingur, sko. Íslendingur, já. Þá er það einhverju léttur gríni. Nei, við skulum ekkert færi það. Ég manna eftir einn leik maður sem stuðaði. Þegar ég fylgdist með þér í Stók. Já. Ricardo Fuller. Þú fýlar að hann var svona svolítið Big Time Charlie. Það er sennilega eina skipti sem ég lendi í einhverjum alvöru
nánast slag á æfingu. Já. En svo bara var það búið og fínasta típa, sko. Já. Erfitt að vera Jamaica-maður og vera leiðilegur. Já, það alveg mjög, það alveg sérstætt, það eru hérna fullt af spurningur náttúrulega, þú svo sem komst inn á hérna áður að hvort þessi ennþá fútleifir hafa mistað þessum hérna tómamótstitli, þetta besti leikmaðurinn. 100%. Já. Það eru þessi tveir hlutir sem að ég nefndi í dag sem að á tóknum á listanum. Ég trúi því. Er 442 þetta aftur í tískugunni? Já, ok. Nei, já, það stóð hann hjá stærstu liðum Evrópu. Nei, ég held nú að það svona kannski formation sé ekki, allavega ekki hjá þeim liðum sem að eru í einhverju topparöðu. Gunni, hefur átt sama feril og Eiður hefur komist fyrir í toppþjálfun? Eiður spilar á gítar? Nei, ok, ég held kannski að vera einhver falin perla þarna. Svo eru spurningar hér. Já, voru Louisiana kjúklingastrimlar á vegamótum, mesta matarbylting í sögu Íslands? Já, góður þetta, helviti góður. Prófaði aldrei yfir? Louisiana? Sjálfs. Herðu, og ég og Auðir að horfa á hvort sem það EM eða HM heimi hjá mér. Já. Við fengum við pöntuðum. Já. 2-faldan skamt á kvot. Já. Leitum senda í leigubíl. Já. Svo áttum við okkur á því að það var aðeins svo mikið eitthvað. Eitt skamti var nú. Já. En við höfum ábygglega verið þunnir. Já, en þetta allavega, þetta góð spurning að Björn Teitsson sem á þetta sem að velta fyrir sér matarmenningunni á Íslandi. Við ætlum hins vegar að færa og greifir í El Grandi, við endum alltaf þetta á El Grandi. Löflegt spurning, þessi strákunni kom með rétt svör þannig til að annar bara getur það ekki. Ég sá að það var þarna spurning hvort að landsliðið ætti að koma aftur á RÚV. Var það? Já, góð spurning. Já. Eina sem ég segi við ykkur, fá ykkur afruglara, aldrei að treysta á eitt eða neitt. Heimurinn að þróast í þar áttjóra minn. Förum því þykkari sem snúran því betra verður líf þitt. Og aldrei að treysta á neitt ráðlust. Heimurinn að þróast í þar átt. Maður þakka bara fyrir að þetta skildi ekki hafa gæst á RÚV, því að þá hefði maður allavega fengið að heyra því hér. Já, heldur betur. Það hárrétt hjá þeir. RÚVararnir ætla ekki að fara í Eurovision og það einhverjum vonandi það hefur tekið messu fyrir þig en þá ætla ég að leggja ekstra inn á þig. Takk. Í maí á næsta ári. Takk fyrir það kærlega, Hjörvar. Nú vona að koma ekki til þess. Nei, Kimi og Við þurfum að halda áfram að hafa gaman. Þurfum að hafa alltaf áfram að hafa gaman. Það er mjög mikilvægt í þessu lífi. Heldur betur. Rýmist þess sem gengur á en við þurfum að halda áfram að hafa gaman. Herðu, það búið nóg að gangi í ensku úrvalsdeildinni í þessi rúmu 30 ár sem hún hefur verið starfrækt. Ég ætla bara að fá lið sem eru núna, sem hafa spilað í ensku úrvalsdeildinni en eru þar ekki núna. Ég ætla bara að leyfa ykkur að láta bara hún til annar ekki að dettur út og Eiður, þú ert áttu afmæli næstu viku. Ég ætla að leyfa þær að byrja. Ipswich. QPR. Já. Blackburn. Já. Wimbledon. Sheffield United. Já. Bara, þú veist, Portsmouth. Já. Charlton. Já. Eiður komin í svona darbíslægina. Hull. Já. Ég bara hugsa öll liðin sem Hemmi var í. Sheffield Wednesday. Já. Já, miðvikudagstrákarnir. Já, miðvikudagstrákarnir. Ekki var 8 sekúndur. Norwich. Já. Bolton Wanderers. Já, heldur betur. Ég ætlaði að reyna að taka stafrófið en það einhvern veginn, svo fleygði ég því einhvern veginn út úr gluggan. Guð minn almáttur. Rugla þetta. Já. Preston hefur aldrei spilað í Premier League. Þetta er auðvitað, nei, það er ekki óvægilegt að hafa satt því að Preston eitt sigursæðasta liði í sögu ensku úrvalsdeildar en þeir hafa bara aldrei verið í henni. Nei,
Þetta var lélegt, þetta var mjög lélegt. Já. En Eiður hefði nú alltaf að ná nú, held ég. Já. Akkur maður fór ekki bara, eins og ég segi, ég ætla að taka einhvern veginn stafrófið. Það svakalegu slagur á sunnudaginn fyrir Purista. Það Southampton á móti Portsmouth. Það rosalega löggæsla, ég veit ekki, sko þetta náttúrulega nágrannar, þessi lið hata. Það alveg hatur þarna á milli. Þetta fáum líka nýjan Íslending í mixið á laugardaginn. Það leikur Blackburn Rovers og Ipswich. Það sem Andri Lukas, þetta voru með bara að vera í liðinu, Eiðurinn í liðinu. Hver Ipswich ekki, það næstu helgi, ekki? Er það Ipswich það næstu helgi? Já, hann út á móti Norwich helgina. Nei, heyrðu, það Nei, Watford. Hvað segir þú sem fyrir með íbúi í London? Er Watford í London? Já, svona jaðurinnum. Já, einn nýskasti maður sem ég þekki, hann pantaði einu svona hótel í London og gisti í Watford. Hann var að spara. Sko, fer maður ekki fram hjá Watford-vellinu þegar maður á leiðinu á Heathrow? Í lest. Það Nei. Brentford væntanlega. Já. A4 Mér líður eins og ég haf einhvern tíma að fara. Það var í London. Það var í This is a Piccadilly line to Cockfosters. Þú er náttúrulega aldrei farið í undergroundi, þannig að þú er bara verið ykkur upp á. Það Þetta maður einhvern tíma að flóið. Blackburn að fara að mæta Watford á laugardaginn og sjáum til hvort hann byrji. Nei, þetta alls ekki þarna. Þetta aðeins fyrir utan. Luton, þegar maður fyrir til Luton. Ég nefnilega... Farið til Luton, já. Maður hefur stundu þegar maður að spara, þá flýgum maður til Luton. Geðveik. Herðu, það kemur óvart að þessi mennur á væntanlega leiðinni í golf fljótlega. Hverju vinna, Evrópa eða Ameríka með hverjum haldi? Ég held með Evrópu, ég vona að Evrópa vinni. Það sjálfsögðu, Evrópu búi. Já, þá heldur með Evrópu á móti. Það er það. Þetta voru geðvikt. Áast að pundi sitt. Þetta voru geðvikt. Líka bara staðsendingin á þessu. New York. Geggjuð. Já. Er þetta ekki New Jersey? Jó, eða þú veist New York, New Jersey. Pepsi og Coke. Cirka. Dóttar fútból, þakka verið sé. Já, Bandaríkin eru að sjálfsögðu favorites í þessu öllu saman. Þetta náttúrulega ennþá 2 vikur í þetta, allir fótboltinn fram að því. Meistaradeildin hefst á þriðjudaginn, þannig að það er að nægu að taka. Gunni og Eiður, takk kærlega báðu tveir. Takk. Takk sem leys.